Komið sæl. Komið sæl. Þá þessum tíma ætla ég að ræða þess bara svona hlutbundna hugsun eða hlutbundin forritun. Og eins og ég sagði ykkur í fyrri tímanum erum við núna svolítið að einblína á hvernig hlutinir eru gerðir og við munum dvelja svolítið við næstu tíma bara hlutbundna forritun og hvernig við setjum upp hluti og klasa. Og þá rauninni svona, langar mér svolítið að heyra bara hvað standið. Ég man, þegar ég tók sambærilegan áfanga þegar ég var í háskólanum og þá var hann á fyrstu önn. Lærðum við þetta, kerfisgreining eða eitthvað sem ég tók þetta og vorum bara að byrja að læra að forrita og það var allan kúrsinn verið að ræða eitthvað sem hét objekt eða hlutur og þetta var algjörlega sprengja í okkur kollinn. Mennum var alveg bara, hvað þetta hlutur og endalaust að vera að diskutera hvað hlutur og það var allt snýjast við þetta og enginn skildi neitt í neinu. Og ég var bara svo heppinn í hitti einhvern nemanda sem var á ári undan mér, hann sagði bara, þetta með kerfisgreininguna, ekkert stressað, þú myndi ekki skilja neitt, alla önnina. En svo byrjar þetta smelli í lokin, þegar þú ferð að forrita og ferð að læra að forrita hluti og svoleiðis þá fer þetta smelli, en ekki stressað og þurfir að skilja eitthvað enn í byrjun. Þannig ég mjög feginn því að nú þessi áfangi hefur verið færður yfir á aðraðan, en þeir eru búin að taka forritun 1, eða ekki? Hristuðu höfuð, hvað? Sumir koma frumgreind, held ég. Já, ekki hafa ágjörð að ég skilji ekki neitt, þegar Nei, mér finnst, ég hafði það óbærslega gaman núna þegar ég var undirbúið með þetta námskeið og ég var að rifja upp þetta panik og þetta stress sem var í gangi þegar ég var að byrja í háskólanum, hvað þetta var allt, við vorum eitthvað bara alltaf að tala hvað hlutur og eitthvað, rosa mikið velta sig fyrir sér. Svo bara einhvern veginn velti ég sér mjög lítið fyrir mér í dag og hlutur vefst ekki mikið fyrir manni þegar maður komin eitthvað áfram í forritun, en við erum svolítið svona hérna, við þurfum svolítið að læra þessar skilgreiningar og við verðum með þessar skilgreiningar á hreinu og ég vonaði að sé aðeins betri, menn þið eru búin að forrita klasa, það ekki? Þið sem fyrir utan þessum ekki búin að taka forritun 1. Hvað segir þið? Þið eru alveg komin þangað. Þannig að þið eru búin að búa til ykkur hluti og þurfa að fást við það. Þá held ég þetta sé miklu skýrara og það einhvern veginn langbest að útskýra þetta bara með forritun, finnst mér. Að tengja þetta beint í forritun og þannig skil ég heldur að vera fest okkur ómikið ykkur skilgreiningar. En ég aðalega að koma okkur bara þannig að þið læri kannski að teikna upp í þessi rit og læri að skilja þessi rit og yfirfæra það hvað er að gera í forritunni og við náum svona. En við þurfum að velta þessum samt hlut fyrir okkur. Og mér finnst nú ekki kannski alltaf að nefna þetta. Þú veist, það kannski alltaf að nefna eitt. Að ég kenni síðan, þið vonandi komið flest til mín á næsta ári, þá kenni ég áfanga sem heitir hugbúnaðarfræði og hugbúnaðarfræðin ganga bara, í svona stuttumáli myndi ég segja, hugbúnaðarfræði gengur út á það að taka, það sem búin að gera fram til þessi skólanum þeir að búa til svona lítil forrit, lítil sæt forrit. Og þegar maður komin í háskólanum, ef maður stundur svolítið svona fastur í sínum eigin veruleika og hugsa bara að þetta forritun. Þetta að forrita, að búa til lítið forrit, en það sem þið fara að gera þegar þið fara að vinna, það fara að búa til kerfi, tölvukerfi. Og nemendur og upptökin að þetta sé allur veruleikinn sem lifi í að búa til eitthvað tic-tac-toe eða Fibonacci-röð í forritun eða eitthvað. Það bara, eitthvað dagsverk, eitthvað forritara sem vinnur í kerfi sem er mörg mannár búin að leggja í kerfið. Og þá skiptir hönnun ofboðslega miklu máli og skiptir ofboðslega miklu máli líka það sem ég fer í hugbúnaðarfræði, bara hvernig maður gerir hlutina, hvernig gengur maður frá hlutunum. Þegar ég var inn í námið þá var svona ofuráhersla á hönnun, svolítið, það var svona fullmikil og ég næði svona restin á því tímabilið það svona UML, þetta kerfi sem við erum að kenna ykkur, átti að vera svolítið svona bjargvætturinn af öllu. Það var búið að vera mikil svona katastrófa í gangi í hugbúnaðargerð. Við vorum mikið verið að senda
geimför og fleira drasl út í heimi til að springa og svo framvegis sem var rakið til lélegra vinnu forritara og mörg fræg dæmi það sem að mátti rekja til slæmra forritunar og það átti að koma svona, þú veist, já þetta var bara gert allt ránt, bara þú veist, ef við teiknið þetta upp í svona UML og gerið alla klasana áður og gerið stöðuvila fyrir allt sem við gerið og runuritt og allt þetta, þá verðum miklu betri forrit. Ég hugsa að þið hafa vel batnað en menn fóru svolítið svona overboard í þessu og síðan hefur kannski verið síðustu árið svona aðeins verið að myndast jafnvægi á þetta, þú veist, hversu mikið á hanna og hversu mikið á bara leggja í vinnuna og vinna svona með fagleg vinnubröð þegar maður að forrita og gera þessa hluti. Hvernig eigum við samskipti, hvernig við öldum utan kóðan og fleiri. Þetta fer ég allt í á næsta ári í hugbúnaðarfræði. Þú veist bara, hvernig fer maður orðið að búa til forrit yfir í kerfi. En ég fer ekki mikið í þeim áfangu, ég er svo fegin að það er bara að klára hér rauninni hvernig gerir maður hönnunarskýrslu og hvernig hannar maður. Ég gerir svolítið ráð fyrir við klárum það núna á næstu 3 vikunum. Og þannig að þó að dæmin sem við vinnum í þessum áfanga séu oft einföld, þá erum við fyrst og fremst að ná bara tökum á forminu, ná tökum á því hvernig maður gerir klasaritt, ná tökum á því á þessum hugtökum. Og þið þurfum algjörlega bara til að eiga samskipti við aðra forritara og lesa ykkur til library og fleira sem við notið að skilja þetta allt. Þið verða að geta lesið úr flóknum klasarittum og flóknum runurittum og þið verða að geta búið til þessa hluti. Þannig að það sem að mér fannst ég ekki þurfa, mér var svona goes without saying, sko, það er þetta, eins og ég sagt hérna, það er þetta að fara út í, að smíða lítinn kofa fyrir hundin ykkar út í garði og það krefst ekki mikillar kannski hönnunar eða hugsunar, en þið myndi aldrei smíða nýja verslunarmiðstöð á þess að hanna hana og hugsa út í sem flest smáatriði. Og þetta er kannski sambarlegt við forritun. Ég vissulega kenni hugbúnaðarfræði ákveðna aðferðir sem hjálpa manni svolítið að hanna og þróa á sama tíma. En það er alltaf þannig að við byrjum á því að svona gróf hanna kerfið. Það er sama þetta eins og allt hitt, það er ekki endilega tilgangurinn að fanga öll smáatriðin áður en maður leggur af stað, en það er mjög mikilvægt að leggja af stað með einhverja grófa áætlun og hvaða hlutir eru, hvernig samskiptið þeirra á milli. Þetta er svona hlutur sem maður gerir áður en maður leggur af stað. Þannig að hlutur, objekt, þegar við erum að tala í þessu samhengi, þegar við tölum hlut eða objekt, þá erum við að tala eitthvað í forritun, eitthvað sem hefur verið búið til, eitthvað hlutur sem að gerir eitthvað. Það er sagt að hann hefur aðgerðir og hann hefur eigindi. Hann hefur einhverjar lógík, það er eitthvað að framkvæma á hlutin. Þetta eru aðgerðin ykkar í forritun. Hann hefur einhver föll, hvað íslensk orð notið yfir þetta? Það er ensk. Við erum með föll, functions eða methods eða procedures. Við erum með breytur eða eigindi, attribute eða variables. Þannig við séum að tala saman. Hluturinn hefur einhver eigindi og hann hefur einhverjar aðgerðir eða aðferðir. Það er líka stundum notað. Þannig við notum ég nota örugglega þessu öll samhliða og ég nota örugglega alveg fullmikið samhliða að tala klasa og hlut, en svona skilgreiningar munurinn á sér er samt sá að klasi er það sem að lýsir hlutnum. Það er lýsingin á hann, það er klasalýsingin, það sem við gerum í forrituninni. Og meðan hlutur er útkoman, það sem að keyrir í forritun ykkar, það er hluturinn. Eða ef við notum samlíkinguna, við erum með uppskrift, við erum með uppskrift að einhverju, það er klasinn, og svo erum við með kökunu eða það sem við bökum og það er hluturinn sjálfur. Og við getum bakað margar hluti út frá sömu uppskrift. Ok, ég held að sé ágætis samlíking. Hluturinn sem verður til og í forriti og þegar við erum sem er ekki tilneitt rosalega gott orð, það ég man allavega ekki eftir það svona instantiation. Það er það að hluti verður til og það sem verður til að þá búum við til einn eða fleiri hluti og þessi hlutur við köllum að tilvik. Er þetta orðaforði sem er búin að fara rosalega vel yfir í forritun eða ekki? Þeir sem er búin með forritun.
og skilji vel eða. En ég held ég verið að taka þetta svolítið frá grunni, sérstaklega þeir sem ekki búið með forritun og mjög gott líka að við séum alveg vissum að við séum með þessar skilgreiningar á hreinu. Þetta börðustu við heilagan að skilja þegar ég var á sínum tíma. En fólk betur gefið þetta, ég veit ekki því, það er mörg ár síðan. Já. Við notum og það sem við ætlum að leggja það sem við ætlum að fara í og ég svona færa mig smátt og smátt í áttina það rauninni svokölluð klasarit og klasaritin segja okkur þá, þú veist, bara hvaða eigindi eru, hvaða aðgerðir eru, hvaða aðra klasa tala ég við, svo tölum við erfðir og fleira og allt þetta ætlum við að sýna og ef við tökum, við erum að taka kannski þá hluti sem við gátum séð út úr use case-unum ykkar eða greiningavinnunni, við ætlum að svolítið reyna að átta okkur á því líka hvaða hlutir eru mögulegir í þessu kerfi og þessu samhengi sem þau eru í, hvaða hlutir myndum við líklega vera með í forritun ykkar. Og það til svona einhverja aðferðir eins og að oftast eru hlutir nafnorð, að nót frá texta í use case eða lýsing á kerfinu ykkar að ef við förum svolítið yfir nafnorðin, það er svona einfaldasta leiðin til og við förum lauslega seinna í aðferð sem svona nafnorðagreining, að finna hvaða hlutir getur verið mögulegir í þessu kerfi sem við erum að fara að smíða með að útfæra þessum texta. Þá eru hluturinn nafnorðið og getur sagt að aðgerðirnar séu sagnorðin, það sem hægt að gera. En bara hlutur í svona eins og við þekkjum hann vilt eitthvað svona áþreifanlegt. Það eitthvað svona hlutur, það bíll, það hús, það blýantur, það bók. Í forritun getum við líka verið með hlut sem ekki áþreifanlegur. Þannig að bara svona til að það sé alveg á hreinu. Það hlutur ekki alltaf alveg sama í forritun, annars þegar við getum verið með eitthvað eins og, þú veist, ef við værum að gera tölvuleik samskipti kynjanna, þá væri ást mögulega hlutur. Mér ekkert sem að við myndum aldrei kalla hlut í raunveruleikunum, en í forritun þarf allt að verða eitthvað konar hlutur. Þannig við getum verið með líka eins og fundur. Fundur ekki, ég get ekki haldið á fundi, en í forritun myndi ég búið til hlut utan konseptið fundur. Eða pöntun. Eða bara eini á. Eða ákvörðun eða eitthvað svoleiðis. Þetta getur allt verið hlutur. Þannig þau aðeins að hugsa þetta örlítið aðra reglur sem að gildi í forritun heldur en annars þar, en þar þurfum við alltaf að hafa hlut. Þannig við getum líka verið með eins og það líka þetta þú veist, dýr ekki beint hlutur í okkur við meira tölum þú veist, hundur hlutur. Eða húsgagn, við tölum ekki þetta eitt húsgagn eða við tölum húsgagn og þau yfirleitt, þetta borð og þetta stóll, það hluturinn, en í forritunum væri við mögulega með hlut utan eitthvað sem heitir húsgagn eða eitthvað slíkt. Þannig að samkvæmt Wikipedia Object-Oriented Programming svona þetta hugtak það að það sem notað hlutir og hlutir notaðir eru svona gagnastrúktúr, eitthvað til að geyma gögn og eitthvað sem heldur utan það og öll þær aðgerðir og samskipti sem maður ætti að eiga með hlutunum. Það svona konceptin í Object-Oriented forritun ganga svolítið út úr hjúpun, viljið segja mér hvað hjúpun? Þið sem eru búin með forritun 1.
Já, aðeins kannski bara áður en ég segi mig það. Þið eru búið með Fortnite. Ég þarf svona aðeins að staðsetja ykkur hvað ég þið eru búið með Fortnite. Þið eru núna það ekki flest þá í einhverjum kúrs sem þá svona einhver gagnaskipan eða ekki. Og þar að fara lengra með hlutbundna forritun eða ekki, búið til lista og array og alls konar. Ekki gera tvítengda lista en það ekki klassík. Akkurat, það mjög nauðsynlegt. Þannig að þið eru í því, hvaða forritunarmál erum við að nota þar? C++, forritun 1 var C++, eða ekki? Og í hvað fleiri forritunaráfangum eru þið núna? Vefforritun, C#. Ok, ég svona velta hvað forritunarmál er best að nota í dæmi. Þannig að þið eru svona öruggust með syntax, en það er mjög svipað C# og C++, eða þetta svona skilja það. Við notum eitthvað blöndu af því. Ok, það er mjög gott. Þannig að þið eru líka í vefforritun, þannig að þegar líður á þann áfanga farið þið vantilega líka að þekkja einhver svona mynstur eins og hérna MFC eða eitthvað svoleiðis. Er þið komið þangað? Greinilega ekki. Ok, kannski nefnum við eitthvað það í þessum áfanga. Hvernig maður getur notað mismunandi hönnunar mynstur. Hvernig, bara svona gróflega, hvernig hlutir tala saman samkvæmt ákveðnum reglum og eitt þekktasta batini í dag er MFC og mikið notað í vefforritun. En allavega, hjúpun. Ég kannski hugsið það bara, ég tala meira það eftir, eða í næsta tíma. Hjúpun er bara eitt af svona grunneinkennum hlutbundinnar forritun, það er að geta í stuttu máli bara hjúpa hluti, svolítið haft einangrun og skilgreinti hvernig þeir eru notaðir, að þess að sá sem að noti getur unni breytt öllu eða haft, við skilgreinum svolítið reglunar á getum haft á svolítið einangraða. Við erum í hlutbundin forritun eitthvað sem heitir erfðir, hlutur getur erft einhvern annan og getur þá notað allar aðgerðir og þau eigindi sem hann erfir frá foreldri sínu. Og svo er það sem kannski mest í krafturinn er í hlutbundinni forritun er eitthvað sem kallum polymorphism eða fjölvirkni á íslensku. Veit þið hvað það er eða hafið þið lært það? Ég kannski tala betur það eftir. Það hefur í sambandi við erfðir að þá getur við í erfðum klasa til dæmis yfirskrifað einhver aðgerð. Ég tala betur þetta eftir. Og hver getur haft sína, ég get verið, ég skal tala betur þetta eftir. Einn af svona tilgangunum að það vera að fara af stað með object-oriented program er svona eitt af motivationinu við að þeir sem að komu með þessa aðferð, það gekk mjög mikið út að auka svona endurnýtanleika. Þeir hugsuðu sér, já, ég er búinn að skrifa þennan klasa í einu forriti og þá ætti ég auðvelt með að nota hann annars staðar. Ég er búinn að skrifa aðgerðina hvernig þessi mús eru notuð í einhver kerfi og get ég nota það á milli. Í dag er þetta kannski meira út með eitt library til að gera einhver ákveðinn hlut, inn í library er einhver klasi. En svona yfirleitt erum við kannski að tala þetta í samhengi okkar forrits, þá erum við að endurnýta sama klasan á mörgum stöðum inn í kerfinu. Það er ekki það að það var ekki hægt áður fyrr. Áðurum voru með klasa en klasar hafa gert þetta koncept miklu auðveldara að vinna með það. Við munum fara svona til að lýsa klösum. Það eru nokkur í UML-staðlunum eru nokkuð mörg rit til, en við munum í þessu námskeið tala 3. Við viljum aðalega dvelja við það sem kallum klassdiagram. Hafið notað klassdiagram einhvers staðar í skólanum? Nei. Við munum fara yfir klassdiagram. Við munum fara stuttlega í object diagram.
og svo munum við fara í runurrit eða sequence diagram. Þannig við munum tala þessi 3. Og alltaf er tilgangurinn rauninni bara að vera með eitthvað svona sjónræna framsýningu. Og þetta er rauninni alltaf bara til að auðvelda framsýningu á hverju sem við erum að útskýra. Við erum að útskýra hvað kerfið okkar að gera fyrir öðrum forriturum eða þeim sem á að útfæra það. Að þá eru klasrit óbáslega góð í það. Við erum að útskýra eitthvað, við skrifum eitthvað library, eitthvað kóðabút sem við ætlum að deila, ætlum að open sourcea, að það var mjög gott að segja að þetta er klasariti hérna, svona er hugsunin á bak við kerfið okkar, svona getur við notað kerfið okkar. Og klasarit er einstaklega góð í það. Síðan notum við kannski sequence diagram sem við talum seinna. Sequence diagram eru þegar kemur eitthvað svona flóknum samskiptum milli klasa, að þá notfærum við okkur sequence diagram til að sýna hvernig þau fara fram. Eins og við erum búin að tala að klasi er svona eins konar sniðmat. Til að lýsa eins og við segjum áðan, getum notað líkinguna eins og uppskrift af köku. Og þetta er fyrst og fremst aðgerðir og eigindi. Ef ekki bara svona til að komast þessum blaðsíðuna, ef ekki að Ég hjálpi mér með syntaxinn. Ég hef ekki skrifað í C++ ég veit það ekki, 12-14 ár, eitthvað svoleiðis. Ég gera bara klassan Person. Ég stækka textan, það er mjög sannlegt. Ég held ég held ég ekki að gera bara Ctrl+, eða? Nei. Ekki bara best að breyta ykkur að leturgerinni. Ekki, en hvað segir þið? Já, þetta virkar. Flott svona. Við myndum gera eitthvað hérna, það ekki svona. Ég meina, þetta ekki bara fínt í klasi? Stórkostlegt. En það sem maður myndum síðan væntanlega gera líka, að það er eitthvað sem maður er hægt að gera við klasan eða ekki. Þetta ekki, þetta er klasi. Þetta er sammála því. Klasi með þremur breytum. Svo gætum við verið með þetta með þetta þetta er ekki fallegt að skilja svona eftir. Við gerum við getum verið með bara, sett bara name. Þetta er svona mjög einföld hérna. Hérna er komið aðgerð. Yfirleitt erum við með hérna eitthvað svona. Þetta er ómerkileg aðgerð og ég ætla að taka kannski fram hérna í þessum klasaritum að við nennum kannski ekki að vera búa til að setja allar aðgerðina settur og gettir að við svolítið svona gerir á fyrir að þeir séu til staðar. En við getum verið með alls konar annað. Við kannski komum betur inn á þetta eftir. Þannig að í umlunu að þá er klasi táknaður sem kassi og hann er með sem sagt svona, hvað segir maður, þegar hornin eru hvosshorn eða hvað segir maður, ekki rúnuð. Sem sagt, hvað er andstæðan við rúnuhorn? Því í stöðuvélina er með rúnuð en klasi er svona. Þannig einfaldast útgáfan af klasa er bara svona klasi með nafni. Eins og ég sagði áðan að þá er þetta yfirleitt svona, yfirleitt nafnorðin sem eru klasanir. Það skiptir svolítið máli að velja góð nöfn. Þetta eru, eins og segja í langflóttinu, nafnorð. Við reynum að hafa þau í eintölu. Allavega það þannig að það er svona forritunarreglur
viðkomandi, segja til hvað alla forritunarreglur sem ég vilja sé, þeir vilja menn hafa þetta sem eintölu, en aðalmáli að menn samstilla og reyna að hafa þá eins í sama forriti. Það mjög vinsælt að nota svokallað Pascal casing, að þetta samsett orða að byrja þá stórum staf eins og hérna main window og svo aftur þá window með stórum staf, product controller, það controller fyrir product og svona samsett heiti að þá ertu með notaður stóra staf til að tákna. Í gamla daga var mjög vinsælt og að skrifa allt í lágstöfum, að þá voru notuð underscore, og maður sé þetta oft kannski í breytuheitum í dag. Það til nokkra bara svona mismunandi forritunarreglur, þetta Pascal case, þetta hérna Camel case, sem líka notað, og sumir notað með þessi í klasaheiti, þá byrjum við alltaf á lágstaf og nota síðan aftur hástafi til að tákna ný orð. Það er einu munurinn á Camel case og Pascal case. Veit ekki hvað að tala mikið um þetta núna, en forritunarreglur eru óbúslega mikilvægar. Og þau eru aðalega bara mikilvæg, eina sem er mikilvægt í forritunarreglum er bara að fylgja þeim. Ef þú ert að skrifa í einhver ákveðnu umhverfi að fylgja þeim forritunarreglum sem eru þar. Það var voða algengt hérna, ég var einn af þeim, þegar maður var í háskólanum og maður lærði einhver syntax hérna og maður fannst þetta er eini rétti syntaxin, svona að skrifa öll forrit. Maður fannst einhvern veginn hlutinu vera skrifaðar á þennan hátt og þetta er svona dæmigerður C++ syntax og já, ég held svona nokkuð típist, en þegar ég byrja að skrifa í Java, þá er hefðin yfirleitt að hafa slöufusíðan og svona var þetta í C í gamla daga. Þá myndum við flestu tilum gera þetta svona. Og mér fannst þetta ljótar en allt ljótt þegar ég kom inn úr háskólanum. Og ég var að skrifa Java eftir ykkur ár og ég skrifaði bara, ég var eina rétta, það var búið að vísa til að sanna að best að horklóðuna passa og eitthvað svona. En svo var einhvern veginn ákveðið ykkur sem var að stjórna það að segja, nei, við ætlum að nota við ætlum að skrifa Java eftir Java staðlinum og ég bara, nei, þetta er ekki hægt, sko. Síðan eftir 3 daga fór ég að skrifa eftir þeim syntax og var maður bara orðinn, það var bara fínt. Það sem er hefur svolítið gerst í dag, ég held að þessi gerst í dag eða allavega finnst mér þegar menn þroskast, þá bara það svolítið. Ef maður skrifir Java, þá eru langflest fyrirtæki að nota bara Java Sun syntaxin. Ef maður skrifir C#, þá fylgir maður yfirleitt Microsoft syntaxinum það sem að tíðkast þar. Ef maður er að skrifa í Python og nota maður PEP 8 syntaxin sem er gefin út þar og svo framvegis. Og svo maður er búinn að skrifa í nóg mörgum forritunarmálum það er þetta bara spurning að fylgja reglum og vera ekki alltaf að hoppa á milli klasa og fara nýjan syntax. Þannig að ég mæli með því bara að vera ekki of hörð í þessu, þetta er bara allt spurning að passa vel inn í þann heim sem að vera að vinna í og það skiptir langmestu máli. Og skiptir miklu máli bara að vera að þetta sé svona consistency í þessu. Já, við erum sem sagt, klasi hefur einhver eigindi, hann hefur einhverja aðgerðir og hann hefur einhver vensl við aðra klasa. Þetta er það sem að klasi samanstendur af. Við erum stundum skilgreinum við líka að hvaða tagi eða tegund eitthvað eigindi er. Ef þetta eint er þetta doppul, þetta strengur og svo framvegis. Þau vil kalla á íslensku bara tag. Eða, ég man að það var útlendingur sem kenndi mér forritun 1, Nikolás Hall. Hann var mikið verið að spá í sig hvað þetta var. Hann var mjög duglegur að þýða hluti. Ég held að enginn verið jafn duglegur að útlendingurinn var eini maður sem ég veit sem að nefnt að þýða allt svona mikið. Hann var svo ánægður með að þetta var til hann að vísunum að sitta hvoru tagi, sko. Og þá var ákveðið að þetta væri tag væri ágætt íslenskt orðið yfir ákveða tegund eða hvaða skilagildi er í gangi. Þannig við bæði getum stundum skilgreint það fyrir eigindin eða líka fyrir aðgerðirnar. Hér er dæmi klasarit. Hér erum við með klasan student. Hann hefur nafn, aldur, heimilisfang.
Og hérna erum við búin að skilgreina hvaða tag í gangi og það gert svona með tvípunkti og svo kemur tagið fyrir aftan. Þetta allt í þessum hérna klasarritum meira og meira optional. Við þurfum að hafa nafn og við þurfum að hafa, erum alltaf með einhver eigindi og það táknað svona hérna koma eigindin, svo kemur strik og svo fyrir neðan koma aðgerðirnar. Þetta bara eins og þetta alltaf sett fram í umlunu. Við komumst upp með að gera þetta svona, þá þurfum við ekki nauðsynlega að tilgreina þetta. Og það bara mismunandi svona á hönnunarstigi hvað menn vilja ganga langt að skilgreina jafnvel tög eða hversu mikil hjúpun í gangi. Og við getum líka verið með aðgerðir. Skilgreina svolítið hegðun kerfisins, hvað hægt að gera. Eins og ég segi áðan, það yfirleitt sagnorðið sem segir hvað var hægt að gera. Og enn og aftur kannski með svona tenginguna við hérna svona raunveruleikann, alltaf sagt að klasari að tengist raunveruleikanum eins mikið og mögulegt að við til dæmis ef við erum með hlutin hurð, að þá myndi ég mjög líklega verið með aðgerðina að loka hurðinni á klasanum hurð. En ef við erum að samsvara þetta í raunveruleikanum að þá mjög sjaldan að hurðu loki sér sjálf, nema sjálfvirkar hurðar. Þannig að það væri kannski eðlilegra að aðgerðin væri á þeim sem að lokar, en í forritinu yfirleitt þannig að aðgerðir eða hlutir hafa aðgerðir eins og þurr getur haft að loka og svo framvegis að við setjum allar aðgerðir sem hægt að gera á hlutin sjálfan. Hann bæði veit, hann hefur sín eigindi og svoleiðis og svo hefur hann sína hegðun eða það sem hægt að gera við þennan hlut. Það hangir á þeim hlut. Í svona orðaforðanum mjög oft talað um svona message, þú sendir, þegar einhver hlutur gerir eitthvað við einhvern annan hlut, þá það með message. Ég verið að sé minna af því núna, það oftar núna að sé bara tala um að þú framkvæmir einhverja aðgerð eða aksjón á þennan hlut. Aðalega kannski að message svolítið ruglandi kannski við önnur konsept eins og í Windows-forritun erum við með hafa message bara allt aðra merkingu og í asynchronous-forrituna sem ert með message queue og svoleiðis sem sendir message þá hefur þetta svolítið aðra merkingu í forritunaheiminum. En þetta allavega það orðaforðið ef þið lesum þetta sem oft notaður. Þannig að hérna erum við með klasan og hér erum við komin með aðgerðir. Það bara táknað svona, eitthvað nafn og við getum verið með það eins og á eigindunum að við getum verið með hvert skilagildið úr þessari aðgerð. Og hérna, eins og ég var kannski að byrja að segja áðan að hérna yfirleitt spörum við okkur það að við erum ekki að setja til þess get og set föll fyrir öll eigindin. Við svolítið gefum okkur það að þau séu bara til staðar. Það reyndar hægt að tákna það með mjög oft gert, við getum táknað hvað private og public og kannski með því að merkja bara eigindi public að þá erum við að gefa okkur að þetta sé property sem hægt að breyta að þá sé getur og setur aðferðir fyrir þessa breytu. Ég held að þetta eigi verið svona nokkur skýrt hjá ykkur að hérna klasi, að við getum aldrei, við erum yfirleitt ekki að breyta klasa í kóða á keyrslutíma. Svo við skulum bara gefa okkur það í svona svokölluðu statísku forritunarmálum. Það vissulega að brýtur þetta í dýnamísku forritunarmálum hægt að breyta klösum á keyrslutíma. Það kallað í Python kallað monkey patching.
En í Ruby on Rails þetta mjög mikið gert að breyta klösum á geislutíma. En við erum svona mest að vinna með statísk fordulmálur eins og C++ og Java og C# og svoleiðis, þar sem að þú gerir þetta ekki. En sem sagt, þú býr til tilvik af klasa. Það taka af allan vafa, hér erum við með person að skulum bara búa til main. Hvað er ég að gera núna? Og gera þetta svona. C++. Það vil ég gera það ekki. Sem ég vildi kannski fyrst, nú er ég komin með, ég get ekki gert eitthvað eins og hvað er það? Hvað er þetta? Það má ég þetta yfir höfuð? Held ekki, en ég geti aftur á móti gert svona. Ekki. Þetta private hjá mér, það er vissulega alveg rétt. Ég geti bara svindlað. Ekki. Nú er ég búinn að búa til tilvik af klasanum person og þetta er kannski bara nafn klasans sem við erum að vinna með í klasaröðinu er þetta hérna nafn, person. Það er nafn klasans, það er ekki sama á hérna. Hérna erum við komið tilvik og tilvikið er Jón. Og við erum með sem er tvö tilvik. Við getum sagt að tilvikið hérna heitir Hannes og það er líka með nafnið Hannes. En við breytum ekki klasanum sjálfum, við getum bara breytt innihaldinu á því tilviki sem við erum búin að búa til. Þetta sem við erum að gera hérna er það sem við kallum að initiata klasan. Þarna fyrst er tekið frá eitthvað minni, hérna verður hann til. Vill einhver svona segja mig frekar svona muninn á kannski þessu tvennu hérna, person og svo búið til pointer og taka frá minni. Er eitthvað munur á hvernig minnisnotkunin er? Stack eða heap. Það er enda rétt hjá þér. Það er ég að gera svona. Ég sé að nokkur ár síðan ég var í C++. Ég hélt ég geti gert svona. Ok. Allavega, já, að því með pointer, já. Það sem að tilvikið bendir á. Akkurat. En ég má gera þetta hér. Já. Alveg rétt. Hérna, já, undantekningurinn frá því, eins og ég segi, sko, við getum eingöngu breytt innihaldi úr einhverju tilviki sem við erum búin til. En við erum með undantekningu á því, þar sem að við erum með lykilorðið static, að við getum verið með statíska klasa, en í C++ getum við verið með statískar breytur innan klasans. Ég held að það sé ekki leyfilegt í Java og C#. Svona nokkuð vissum ég sé að fara með rétt mál, en í C++ var þetta að fara niður í einstaka breytu og segja að hún er statísk, eða ákveðin aðferð hún er statísk. Og þá þýðir að það verður bara til eitt tilvika fyrir breytu, alveg óháð því hvað býr til mörg tilvika klasanum. En ég ætla ekki að flækja okkar mál með statík. Við erum alltaf að ímynda okkar klasa sem við erum að vinna með, þeir eru ekki statískir. Og er ekki breyta sem er statísk, heldur við alltaf að hugsa að þeir séu bara venjulegar. Enda þykir þetta ekki falleg og hlutbundin forritun að vera með
statíska, sérstaklega ekki breytur og ég nokkuð sem í nýri forritunarmálum held ég sé örugglega búið að banna allavega einstakar breytur. Við getum samt reynda að vera með statíska klasa. Já, alls ekki bara svona spá hvort ég eigi að stoppa hér. Ég ætla samt ég ætla kannski rétt að spyrja ykkur bara langaði þess að koma í hjúpun og sem svona kannski eina stóru atriði á honum. Það raunin hjúpun, það erfðir og það fjölvirkni eða polymorphism. Ég ætla bara aðeins fá okkur til að hugsa þarna hjúpun. Til hvers væri við að hjúpa? Hvað að hjúpa? Hvað sér þau? Já, það að fela til þess aðgerðir eða fela breytur. Við erum með þetta sýnileika, við getum verið með private og public. Við getum skilgreint klasa, hann er með private, þessi breyta private. Það þýðir það að sá sem að nota klasa, hann getur ekki breytt henni. Hann getur ekki farið beint og breytt henni. Þannig að við viljum stýra því svolítið hvernig klasin er notaður. Það köllum við hjúpun. Og þá notum við frekar aðgerðir og aðgerðirnar eru yfirleitt public, getur reynda verið public og private. Þannig að það ákveðnar aðgerðir sem við viljum gera public og þær eru svolítið þær sem að lýsa í hvernig klasin er notaður. Og það er það sem við erum aðalega að leggja mest áherslu í klasaritum og það sem skiptir mestu máli þegar við erum að gera klasarit. Það er að sýna þeim sem er að fara að nota kerfið í þetta, já þetta er klasinu, hvað get ég gert við hennar klasa? Jú, það er þessar public aðgerðir, það er það sem við mest að áhuga á. Hvað er mikið að private aðgerðum eða private breytum? Það er meira undir þeim komið sem er að fara að útfæra klasan, hvernig hann ætlar hvaða svona private hluti hann ætlar að nýta sér. En getið þið gefið mér eitthvað dæmi af hverju myndum vilja hjúpa? Af hverju leyfum við ekki bara öllum til þess að breyta öllum eigindunum beint? Geti breytt ykkur sem annar er að nota, ekkert endilega, þú ert með þitt tilvík af klasanum, ekki? Þannig að það er ekkert endilega einhver annar með það tilvík í einu. Þannig að ég var að breyta tægi þarna einmitt, þetta er mjög gott komment af því þarna þurfum við að skerpa á því sem við vorum að tala um. Af því við í kerfi breytum við ekki, nú er ég bara að tala eftir að við erum byrjað að nota hlutin, þá er ekki hægt að breyta Þannig í rauninni þetta ekki valid svar. Af því þú ert kannski, það sem við þurfum að svolítið skerpa og við breytum ekki uppskriftinni eftir að hún er tilbúin. Þannig að þarna ert að vísa til þess í rauninni eitthvað sem að breyta klasanum sjálfu, en við getum ekki breytt klasanum sjálfu, við getum bara breytt því sem að við höfum aðgang að. Og við höfum bara aðgang að því sem er public og þeim public aðgjörum. Þannig að við þurfum einmitt svolítið að skerpa þú sagðir að við mættum ekki breyta einhverju, hvað sagðirðu? Breyta tægi. Ég rauninni get ekki í intfallinu mínu með nokkur móti breytt tægi á neinu hlut. En ég get breytt innihaldinu. Ég get ekki komið hérna og sagt bara, name er saman sem, int eitthvað. Ég hef enga leið til þess, ég get bara breytt þessu innihaldi. En að tala betur þetta, kannski meira bara food for thought, hvenær hugsa ykkur dæmi hjúpun fyrir miðvikudaginn. Hvenær væri við af hverju væri við að hjúpa? Hugsa ykkur dæmi sem að veri gott að hjúpa og setja eitthvað private og nota frekar aðferð til að breyta því, heldur en að breyta valjónu beint. Password ekki endilega. Jú, reyndar password gæti verið ein leið. Jú, fyrir ekki það. Það gæti verið gott dæmi. Já, af því að bankanúmer hugsið þetta aðeins. Þannig við tölum hjúpun
erfðir og fjölvirkni í næsta tíma og förum aðeins í hvernig á að teikna klasaritin. Takk í dag.